Þá skulum við halda áfram og skoða hérna pínlítið komplexa tölur í argandplatinu. Og þetta við skulum skoða fallið f af x sama sem 1 á móti 1 pluss x í öðru og svona tæla þetta frá mínus óendanlegt upp í óendanlegt. Mínus óendanlegt upp í óendanlegt. Þetta þekkja nú flestir og og nú ekki stórt vandamál að leysa. Nú, þetta auðvitað bara saman sem pi mínus pi, ekki satt. Þetta með tveimur hérna. Þetta verður pi. En bara til að sýna hvernig hægt að gera þetta í komplexa planinu, þá skulum við gera það. Bara sem dæmi. Við erum hérna með þetta hefðbundna plan. Svona. Og við viljum taka hérna fallið og þá segjum við allt í lagi. Við skiptum út x-inu og segjum zeta í öðru pluss 1. Og við ætlum að tæla þetta hér eftir ákveðinni leið. Og það sem við gerum það að við byrjum á því að nýta okkur rauntöluásinn. Því að þá getum við töfrað fram með einhverjum hætti þetta fall hérna 1 á móti 1 pluss x í öðru. Við tökum þá bara hér. Fyrir á mínus óendanlegt hér. Sumir segja mínus r, ég segi bara til að stytta okkur leið. Fyrir þessa leið hér. Svona. Og svo tökum við svona boga. Hringboga. Svona. Og við nýtum okkur það að fyrsta lagi þá þegar við förum hérna eftir x-ásnum eða r-ásnum þá erum við bara með þetta upphaflega fall hérna. Það að segja það þetta hérna. Við kalla þetta E1 hérna. Þetta getum við kallað E2. Og E1 bara sama sem upphaflega fallið. Svona. Hvað hjálpar þetta okkur? Já, þetta náttúrulega bara það sem við erum að leita að. Við bíðum aðeins við. E2, hvað það? Það jú auðvitað bara við getum sagt að þetta hér þetta minna en sama sem lengdin af þessum boga hér. Og hvað hann? Hann er pi sinum r. Pi sinum r hérna. Þetta bara r hérna. Pi sinum r. Kannski betra að hafa þetta bara mínus r hérna og láta r stefna óendanlegt. Lengdin af þessum boga sinnum stærsta gildi sem að fallið tekur.
og stærsta gildi sem fallið tekur er væntanlega bara 1 á móti R í öðru. Þannig að þegar R stefnir óendanlegt, þá stefnir I2 stefnir á 0. Og það er yfirleitt að tegra svona venjuleg föll, svona í þessum boga, sem við gerum oft í þessum leysum svona vandamál, að þá stefnir þetta tegur hér á 0. Það er svona meginreglan. Nú, þá er eitt eftir. Og við erum að tegra hér í kringum. Nú er reglan er svo að þegar við tegrum, ef það væri engin póll hér inn í þessum boga, sem tegrum við þessum hring hérna, sem við förum hérna, þá sé innan þessa hérna svæðis, hér, þá er þetta bara 0. Og þá er þetta jafnt á 0, en það er ekki jafnt á 0. Og ástæðan er þó að það eru 2 pólar hér. Pólarnir zeta er jafnt á mínus I og zeta er jafnt á I. Hér er pól og við tegrum í kringum hann og þá á að fá út það gildi sem er leifin á þessu. 2πi sem er leifin. Og hver er leifin? Jú, það er hægt að finna hana. Við getum kallað þetta B. Hún er sama sem limit þegar zeta stefnir á I af f af zeta sinnum zeta plus I. Fyrir zeta mínus I. Og f af zeta er sama sem 1 á móti 1 plus bara zeta plus I sinnum zeta mínus I. Og hérna, og svo getum við margótt það með zeta mínus I, svona. Þetta er ekki markgildið af þessu, þá þetta náttúrulega bara styttist út. Og þegar zeta stefnir á I, þá fáum við fyrirgefið B af N, er þetta. Þá fáum við að B af N, eða bara B, er sama sem 1 á móti 2i. Og þegar við tegrum svona í kringum þetta, þá er þetta 2πi sem er B, er sama sem 2πi deilt með 2i er sama sem pi. Þá erum við búin að fá það að þetta hér er sama sem pi. Þetta er nú ekkert merkilegt og hérna það er að segja, það er ekki merkilegt að þetta var eina atriði sem að þetta er einfalt að leysa, þannig að með öðrum aðferðum. En það er fullt af föllum þar sem er ekki svo einfalt við þetta eiga og ég ætla að leyfa mér að segja að það sem að maður með kennt í
svona hefðbundnum háskólum eða menntaskólum þar sem menn eru að taka hlutdeildina, ég veit ekki hvað og hvað, skiptum breytur og gera alls konar brögð. Þetta er hálfgert plat vegna þess að við ráðum oft á tíðum ekkert við föll sem geta verið svolítið leynd og við erum ofta að leita að svona akkurat í eðlisfræði, í rafmagnsfræði og fleiri, og nú þegar við erum að vinna líka úr alls konar hlutum. En þetta hérna, markgildi hérna, að B er þetta er eitthvað sem að er frekar einfalt og er frekar einfalt að sanna. En hérna, ég held ég geri það í öðru myndbandi. Þetta var bara svona smá sýnishorn hvernig við getum gert þetta. Og hérna, ég held ég láti þetta nægja í bili, takk.